Óli, sigur í hörkuleik undir lokin allavega móti Íslands deildar bikarmeistari Keflavíkur. Hvað ef við bara alveg í þeim, þetta er fyrsti leikur sem þú ert að þjálfa liðið í keppni. Er tilfinningin ekki geggjuð? Hún er geggjuð og þetta er ekkert búið að vera rosa samfærandi á undirbúningstímabilinu hjá okkur. Við erum búin að vera, ég er náttúrulega með allt öðruvísi svona áherslur og heldur en Arna var með og þannig að þetta er búið að vera svolítið svona ryðgað og svona styrt en þetta leit ágætlega út á köflum en mér finnst við eiga langt í land ennþá samt. Svona ef ég ætti að meta þennan leik svona rétt eftir hann. Já, þitt faglega mat. Já, mitt faglega mat. Það var þessi leikur eiginlega unnin út að stíga út og berjast. Hvernig myndirðu með það? Stíga út og berjast, það er bara frábær fyrirsök sko. En það er líka þess að við töluðum rosalega mikið fyrir leikinn. Við verðum að vinna þær í frákostunum og við verðum að, passa transition vörnina í þeim. Og það var svona okkar fókus í dag og við heldur betur fyllt með þessi 2 box. Þú náttúrulega tekur liði eftir með tvo A-landsliðsleikmenn í liðinu og svo missur annan núna frjálsar núna bara fyrir nokkrum vikum. Sem var kannski vitað í einhver tíma en svona er ekki samt gott að geta farið svona á stað á tímabilinu, þrátt fyrir einhver svona skakkaföll í leikunum? Jú, auðvitað. Það er rosa gott að ná í þessi 2 stig en við sjáum það líka að fullt að góðan liðum í þessari deild með þess og við þurfum að undirbúa okkur vel og það er, eins og ég sagði fyrir leikinn, það er fullt að ungu stelpna sem að taka þessum mínútum fagnandi, þeir eru tilbúnar á gólfið og þeim langar að taka þátt í þessu og við sáum Berglind slegið inn á í 9. bekk og gerði hrikalega vel. 9. bekk? 9. bekk, já. Þið spilið henni bara svona? Það er bara, hún er bara það góð og fyrir okkur að hún gerði vel í dag og hún ætti að gera fullt af mistökum en hún græðir á þessu. Diljá, alveg í lokin, það spurði út í, hún er náttúrulega að koma á stað aftur. Hún á mínútur í þessu leik þar sem að hún bara gat engin dekkað hana eiginlega. Nei. Er ekki gaman að sjá hana líka? Yndislegt maður, gaman að sjá hana bara aftur á gólfinu og bara gaman að sjá hvað, hún var glöð, hún er búin að bíða svo lengi eftir þessu og henni er búin að langa svo mikið að taka þátt í fyrra þegar allt gekk svona vel í úrslitakeppninni. Henni langaði svo mikið að vera með, þannig að fyrir hana var þetta alveg sérstaklega sætt held ég. Kærar þakkir Óli og gangi ykkur vel. Takk fyrir það vinur.